byrja. Já, vera alltaf bara, já. Hæ, góða kvöldið. Alltaf já. Og velkomin í þetta streymi hérna upp í Borgarleikhúsi. Já, þetta er byrjað. Þetta er byrjað, sko. Er það byrjað? Já. Til í þetta maður. Áttu ekki vonað þessu? Nei. Byrjuðum óvænt þarna. Ég er hérna með Arnar Dan og Harald Ara með mér hérna og við ætlum að fara að tala söngleikinn Rocky Horror sem við sýndum hérna á Stórasviðinu í Borgarleikhúsinu, frumsýndum. Veistu, ég er með Friðriki Mánu, sko. Ekki. Þetta er síðasti þátturinn af Bak við tjöldin í þessari hérna streymisseríu sem við erum búin að vera með hérna upp í Borgarleikhúsi. Við hættum næsta föstudag. Þú ert búin að vera hérna í 50 kvöld. Ég hvenær byrjaði samkomubanni? Þú ert búin að vera hérna í 3 ár. Bara. Þú ert búin að vera maðurinn á bak við tjöldin. En í þessu hlutverki ertu búin að vera í 50 kvöld, kannski. Nei, segjum 40 kvöld. En svona í gegnum tíðina þá ert þú maðurinn hérna sem lætur allt ganga upp hérna að baka til. Og þetta er Elli. Það er bara alveg rétt. Ok, en fyrir ekki, ég ætla ekki að trufla þessa inngangsræðina. Nei, það er gott að fá viðurkenningu fyrir þessu því að þetta er rétt. Ég er búin að vera hérna síðan 14. mars. Nei, við frumsýndum Bubba 13. Svo 14. 15. Við byrjum 16. mars að streyma. Já. Og ég er búin að vera hérna að streyma alveg síðan. Og svo fékk ég svona smá prik, fékk að vera með minn eigin sjónvarpsþátt. Þannig að ég er ekki fúll. Þannig að einu sinni í viku fæ ég að stjórna. Við erum bara 3 hérna í leikhúsinu, eða 4. Gunni er líka hljóðmaður hérna. Já. Það nennir engin annar að mæta á sunnudögum. Við nennum því. Nei, já, þessi sem er í streymisteiminu þarf að segja, sko. En nóg um það. Við erum hérna að fara að tala um Rocky Horror. Við frumsýndum Rocky Horror hvernig 2018. Ég er ömurlegur í svona ártölum, Herðu, við getum séð hér. Stendur ekki í Ég veit bara að þetta frumsýnt, já, 2017 ára. Já, þetta var frumsýnt eftir jól. Já, við byrjum alltaf að æfa í janúar og svo er þetta svona frumsýnt Þetta var mars frumsýning líka. Mars frumsýning, einmitt. Stórir söngleikir eru alltaf frumsýndir í mars. Já. Það áttu við Bubba, áttu við hérna Rocky Horror, Mathildi. Já, einmitt. Mamma Mia. Það er verið að trukka inn sko vorið. Já. Með sko kærleika. Það er eitthvað sem segir einhver markaðsdæmi að mars er tíminn til að koma eitthvað stórt, eitthvað viðamikið. Já, einmitt. Þá er líka komin aðeins mér í galsi í landan. Ég sjá það bara, þú veist, fólk er, ég ætla að kaupa mér eitthvað kryddjurtir á hann. Já. Það er bara allt búið. Því það er allir að búið til eitthvað svona jógurtsósur. Það er rétt. Allir að grilla. En það er ekki mars núna, sko. Það er ekki mars núna. Það er maí, það er hitt að mið, sko. Apríl flaug hjá. Apríl flaug, já. Ég held að það veri bara mars. Já. En já, þið voruð í Rocky Horror. Jú, mikið rétt. Ég var líka í Rocky Horror. Þú varst líka í Rocky Horror. Herðu, þú varst á sviðinu. Ég var á sviðinu. Í eða flottasta búningur. Í flottasta búning. Já, hann var í alveg spúningum og við, sko, en þú púlaðir hann allt öðruvís en við. Og svona, það er kannski, sko, fólk hefur ekki kannski tekið það nógu mikið inn, sko. Er þetta myndbrot af þér í þessu? Hérna þegar ég var að safna saman myndbrotunum, þá hérna... Köttaðir þið út? Köttaði mig út, sko. Nei! Ég held að ætla að segja þau köttað út, bara köttað saman bara þú. Já, ég held að við varum bara að fara að horfa á Ella bara, hérna, þið sjáuð ekki, sko, við erum rauninni að baka til og við horfum hér á svona turn sem Elli klifraði alltaf upp í korsiletti og yfirleitt, sko, gerði þetta mjög fimlega og fallega. En maður horfði svona upp undir hann, sko, þegar hann var að klifra hérna upp og sú sýn er óborganleg og ég hefði kannski getað tekið upp en þú varst alltaf með myndaðan enn baka til en þetta hefði verið rosalegt selfie það vorum öll í svona streymi okkar núna sko. Öll í svona korseletti já og Elli púlaði þetta rosalega vel sko. Ég var í eins korsletti og hérna Palli, jú já. Þegar eltiljósin, ég var á eltiljósinu í þessari sýningu það voru ekki mörg eltiljós sem voru tilbúin að fara í drag og vera í korsletti og standa á háhæluðum skóm þetta voru rúmir 3 tímar Einmitt. En ég sagði, hví ekki, vitaskuld Vissulega. Vissulega. Og maður fær líka fyrir það, maður fær sýningakaup, ef þú ert tæknimaður þá fekk ég líka tímakaup og svo auka álag fyrir að standa á sviðinu. Damn. Það er meira álag að vera inn á sviðinu heldur en utan þess. Af hverju segir þetta svona kíminn? Út af því að það er, hérna, nei, ég er ekki að í hann einu hérna. Nei, það er meira álag. Sko. Ég trúi því. Já. En ég stóð alla sýninguna, meðan þið gáttu farið út í kaffipásur. Við gátum sest. Það var nú ekki mikið setið samt í þessari sýningu. Það var svolítið, við vorum að
dansa og syngja bakvið líka. Já, Lee Proud sem við erum búin að vera að tala mikið um hérna, sem gerði einmitt Mamma Mia og Mary Poppins og Billy Elliot, hann koreografaði þessa sýningu. Billy Elliot, hérna. Billy Elliot strákarnir. En þú þurfti líka að vera einhverju svona, ég man að þetta var ákveðin svona, ég man að Jim Carrey þegar hann var að tala um grins, þá þurfti hann að fá FBI hérna þjálfun til þess að vera í stólnum að fá allt make-upið og þetta, hérna, mann kýtlaði þessu undan þessu. Já. Ég hugsaði, þetta er ákveðin þerapi að standa, ég stóð í 2 klukkutíma meðan sýningin var og mátti ekki hreyfa mig, mátti bara horfa á og hreyfa eltiljósi. En þú átti líka svona stund, ekki inn í Kringlunni? Þurftir ekki að bíða... Býttu? Áður en að... Já, inn í nettinum? Já. Já, ég var alveg þarna, jú. Beðist inn í nettinum, ég kalla þetta Kringluna. Já. Mynd af því. Já, ég semst fóð með hlutverk Rockys og Haraldur Ari sem er þarna heldur leikskrána og þessi fallegi maður sem sjáðu uppendlakina hana. Hann er Bratt, og ég hérna, semst að hún Ilmur Stefánsdóttir kemur með þessa leikmynd. Ertu farin og myndavél? Komdu aftur. Það miklu skemmtilega að þið með. Já, ég vil hafa hérna. Hvað með 2 metra regluna? Þetta lítur út fyrir að vera minna en 2 metrar, en þú veist, það er út af linsunni. Já. Og við komum líka inn í hólfum. Við komum ekki inn sömu hurð. En semst að, hún Ilmur smíðar hennar nött, eða þessa kringlu, sem þú kallar kringlu. Og hún var svona smeyk, sko. Þú veist, hún hugsaði alveg með sér, veitu, hvað er ég að bjóða hérna að leika upp á? En ég sá hana smíða þetta, fór tvisvar til hennar, hann að baka til, og ég veðraðist, sko. Þú var svo æstur? Ég var svo æstur, maður. Og ég bara fekk að pröfa þetta svona, þú veist, þegar við varum að þróa þetta. Það var svo geðveikt, sko. Einhverju smíðir að snúa mér og ég bara dýrkaði þetta, sko. Hann kom sem sagt inn á sviðið, hann var keyrt inn og svo snýst hann í 7-8 hringi, mjög hratt og svo fer hann beint í númer. Já, syngja og... Bam, 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 En varst aldrei svona sjóveikur þegar þú komst út? Nei, ég var bara peppaður, sko. Bara peppaður, já. Heyrðu, ég var að spá. Já. Ég veit að þú ert að stjórna þessu. Ég var bara að spá, ættu við að lesa upp svona hverju voru í þessu? Í sýningunni? Alla. Ég skal velja bara svona bestu, bara... Komdu með eins og hver leik hérna Eddie? Sem sagt, Frankenfurter, það er að sjálfsögðu okkar maður, Páll Óskar. Janet Weiss, Þórunn Arna, Brad Majors, Haraldur Ari, Riff Raff, Björn Stefánsson, Magenta, Brynhildur Guðjónsdóttir. Hún fekk tilnefningu fyrir þetta. Einmitt. Columbia, Vala Kristín Eiríksdóttir, Rocky, Arnar Dan Kristjánsson, Eddie, Valdimar Guðmundsson, Dr. Edith Scott, Katla Margrét. Hún fekk reyndar að sitja allan tíman. Þú vorum að tala um að standa og sitja. Hún fekk að sitja, hún var í hjólastól. Já. Einmitt, já. Og svo var sögumæður Valur Freyr Einarsson, en Halldór Gylfason tók við á síðara árinu. Draumur lataleikarans er að leika einhvern í hjólastól eða hérna deyja fyrir hlé. Einmitt. Já. Nei, lefum sér að lifa, þessari þögn. Let it sink in. En sko, ég minna þegar Kristín Eysteins kynnir þetta verk, hún sé að fara að setja upp Rocky Horror og Leikustjóri. Og þú veist, hérna, þá ég sá bíómyndina og ég svona, þú veist, mér fannst svona áhugaverð, sko, en í sömu kynningu þá tilkynnum leikhúsinu að Palli ætlar að leika Frankenfurter. Og þá var maður alveg bara, damn, já maður. Þú veist, þetta er kyndilberi réttindabaráttu hinsegin fólks á Íslandi, finnst mér. Og við erum að segja sögu, sko, við erum basically að segja henni normaliseraða ástandi svolítið til syndana, sko. Þú veist, bara fjölbreytileikinn megi lifa og megi vera nákvæmlega eins og hann er og samfélagið sko, skilgreinir þau sem geimverur. Þetta fólk sem fær að vera það sem það vill. Og þegar Palli klæddi sig í þetta hlutverk og var að baða sig upp úr þessu hlutverki, þá var maður svo peppaður og svo til ég að segja þessa sögu með hann í fararbroddi að það var aldrei þannig að maður var eitthvað að spyrja sig af hverju við værum að gera þetta. Nei. Þannig að ég er rosa stoltur af þessari sýningu. Þetta var líka bara einstaklega gaman. Þetta var skemmtilegt ferli, frábær hópur og... Líka partí, þetta er, sko, söngleikir eru vanlega alveg 3 tímar, en þetta var stuttur söngleikur. Það er svona mikil snerpa í honum, ekki langar svona senur sem útskýra hlutina. Nei. Ég manna, já, það var líka það sem var gaman við þetta, hvað þetta er bara rock og hérna... Þetta var svolítið sjó. Sko. Já. Lee Proud sagði þetta verið sín uppáhaldssýning, sko, sem hann hefur gert. Jú, hann hefur sagt það, já. Og bara, hann táraðist hérna á æfingarferðinu. Við setjum það bara í vasan og geymum það. Ég held að það hafi líka bara verið sagan að það talaði eitthvað til hans. Við vorum ekkert svo frábærir.
Já, og heyrðu, ég held áfram með listræna stjórnendur eða? Já, ég skulum bara segja, Ilmur Stefáns á leikmynd, Já, Lee Proud eins og danshöfundur, leikstjórn Marta Nordal, já, tónlistastjóri Jón Ólafs, búningar Filippía, Elísdóttir, lýsing Björn Bergsteinn, leikgerfi Filippía og Elín Gísladóttir, hljóðhönnun Gunnar Sigurbjörnsson og Baldvin Þór Magnússon, myndbönd var Ingi Beck og aðstoðarleikstjórn var Hlynur Páll Pálsson og sýningarstjóri var Vigdís Perla Mokk. Þetta var bara... Eru að fara inn í þetta núna? Nú erum við að fara að skoða vídeo. Við erum að fara að skoða vídeo. Já, sko, við erum ekki að fara að skoða vídeo, bara eins mikið og við ætlum að hafa vídeo meðan við erum að spjalla saman. Já. Við erum ennþá í, hérna... Já, lifandi streymi, sko. Þarna sjáum við listana teimi, hann Vigdís Perla Mokk með headsetið. Hann Filippía búningahönnur og Ilmur sem að var að snúa sér þannig við leikmyndahönnur. Þarna er hún að benda á Harald og segja, hvað er hann að gera þarna? Hvað er Haraldur Ari að gera þarna núna? Filippía, getur ekki klætt hann bílnið upp? Það hún gaf, ég fyrir að laga þetta. Þannig kemur eiginmaður Ilmar. Já, býtu. Sem að leik sögumanninn. Hann var alltaf í svakalega flottu dressi. Sástu hvernig hann fekk athyglinnar? Þetta er sko, sástu þetta? Nei, ég misti það. Hann bara svona fór að öxlina á henni, bara ástin mín, hann hefði sagt bara þetta ástin mín og þetta var svo mikill skilningur. Það er rosa gaman að vinna með þeim tveimur því að þau eru náttúrulega rosalega reynd bæði þetta. Þetta er svona eins og með fóldrama sem maður elskar þau í vinnunni en þegar þau fara að rífast þá er óþægilegt. Þau rífast aldrei, sko. Nei, ég veit það. Aldrei sé þau rífast. Þau rífast aldrei. Allan ekki í vinnunni. Nei, þau eru atvinnumenn. Þarna er Bjössi Bergsteinn, yfirljósahönnur. En þetta er mjög áhugavert að áhorfendur fá að sjá þetta, því þetta er kannski svona... Og Gunni þarna hljóðmeistari. Og ég er þarna upp á svölunum mínum í Korslett að mynda. Þannig er þú að lýsa og mynda á sama tíma? Já. Kalla vera ekki eina fjöluna feldur, sko. Segðu. Býtu, þetta er Palli að koma sér fyrir. Þetta var rosalegt, sko, þessi stíi, hann var mjög brattur og Palli er náttúrulega á svona hælum. Þannig að við þurftum að æfa þetta svolítið oft. Þetta var svolítið þetta var smá áhættuatriði. Þetta var gert áhættumat og þarna er Kjartan, hann var hann á gestumæðingum uppi fyrir aftan Palla til þess að passa allt hérna gengi eftir. Þetta er Arnór, ungur, æðislegur, efnilegur leikari sem er í Listaháskólanum í dag. Og hann er eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað hann er að skoða svona mikið. Þetta er mjög áhugavert. Þeir eru að mæma skikkjuna, hann er með risastóra skikkju hana líka sem að... Við sjáum þannig að labba hana niður. Já, það er svo mikið við þurftum alveg að æfa okkur að ganga á hælum, sérstaklega við drengirnir. Leikustjórinn okkar, þessi tignalegi leikustjóri. Æðislegum, einhverju leður, búning, sko, eins og allir aðrir. Já, svona búning sem að held ég var saumarinn en ég held þú getur keypt mjög svipaðan í Atom Höfu, sko. Er það svo? Já, þetta er mjög líkt. Býtu, okkur er þú svona vel aðeir í því? Ég kom þinn í Atom Höfu. Já. Ég hef gert það. Bara sem áhugamaður búninga? Já. En já, þetta er þitt sjónarhorn þarna. Þetta er kannski það sem fólk fær ekki oft að sjá, sko. Nei, þetta er svolítið já, þarna, núna sjáum við þetta betur. Akkurat. Og þarna er Bjössi Stefán í krúnurakaður. Hann þurfti að taka af sér hárið. Já. Og var límdur á hann skalli og eitthvað. Já, drast. Ég var límt á hann hérna, hann var eins og riffraff, þú veist, í útlöndum með svona hára aftan. Já, hann var með múlettinn. Já. Ég reyna að vinna í þessu núna. Og þetta er Lee Proud, koreografur. Og Fanney Sæsimór að búa til eitthvað þarna, hún er propsari. Sjáðu hvað allir eru casual, sjáðu hvernig Guðmunda þarna, hún er ólítið dag Guðmunda, hún átti settan dag bara fyrir 2 dögum. Og hún er bara núna að bíða eftir regnarsbad og þarna er hún bara í Korsiletti. Ég elska það Guðmundi, sá hann á hann, sko. Já, hún er frábær. En við vorum bara, það voru allir í Korsilettum, en þetta var svolítið fyndið. Einmitt, og svo þetta casual bara, menn er svo casual í því, sko. Þarna er Lee Proud, af hverju er með sólgliru inni, maður spyr sig. Þetta hefur verið gott veður úti, hann hefur farið út og í göngutúr og... Já, þetta er líka bara maður með status, hann getur alveg leyft sér að vera með sólgliru inni. Mér finnst það alltaf, hann bara... Já, það eiga allir ekkert að vera með sólgliru inni, þetta er bara einhver fáránleg regla að með ekki vera með sólgliru inni. Hafsteinn Snær spyr hvort það sé erfitt að leika hálfnakinn, þú söngst hana stórt númer á nærbuxunum, Haraldur? Já, maður er svolítið berskjaldaður. Já. Það var ekki það sem ég var mest að pæla í samt. Ég pældi mjög mikið í, því ég spurði einhvern tímann, er þetta nærbuxunar eða ert í einhverju öðru innanundir? Já, ég var, að því ég þarf, það var ein sena sem ég var bara í svona hvítum nærbuxum og
þá ég held að Steve hefði sagt mér frá þessu. Þá getur maður fengið sér svona dansarabelti sem eiginlega bara svo þvengur og svona alveg tógar allt niður, svo hann bara upp í rassinn á manni. Dansarar eru bara oft í þessu. Sko. Ég var í þessu af því að ég þurfti síðan að, þú veist, gera alls konar hreyfingar þegar ég var kannski liggjandi neðst á sviðinu. Þá náttúrulega vildi maður bara passa að maður myndi ekki særa einhverja áhorfendur. Já, einmitt. Því þetta voru líka skjanna hvítanærbuxur og ég meina... Já, það eru alls konar áhættu þættir sem að þau geta verið úrskeiðis. Einmitt. Þetta er Páll Óskar, þarna sjáum við hann, í þessari skikju, palléttuskikkju. Hann var með hvað var? Hann var með svo marga... Já, palléttum. Hann var með marga búninga. Já, hann var með eitthvað búninga, sko, en aðal búningurinn sem hann er í þarna innanundir er einmitt bara eitthvað svona, kemur þessu fyrir í seðlaveski. Þessum Já, Kontur og kors. Það sést ekki, við erum bara að horfa á þetta. Við erum ekki í mynd. Hann er Vala Kristín. Já. Palli. Arna Sif, Lí, Kjartan, hvað gerir Kjartan? Ekki neitt. Kjartan, gengur, rösklega upp, Það er svolítið eins og þessum að lýsa fótboltaleik. Já, þetta ætti að vera þannig. Þú ert að gera það um daginn. Ég er að gera það. En sko, mér finnst áhugavert að, Elli, þú spurðir sko Harald hvernig væri að vera svona hálfnakin á sviði, þannig rétt á hann. Já, Hafsteinn spyr. Já, en ég meina, ok. Þú varst ekki í neinum fötum. Ég ætla ekki að vera ég hlustur hérna. Nei. En ég fekk engan búning, sko. Ég fekk bara skílu sem var skreitt, vissulega. Þetta var örugglega ódýrasti búningur, sko, sem leikhúsið hefur farið af stað með, sko. Jú. Boxskór. Bara glerskíla. Varst þú ekki neinu undir skílunni? Nei, ég var aldrei neinu undir, sko. Varstu ekki í dansbelti? Nei, ég var með punglíf. Þú varst með punglíf, já. Og þá náttúrulega bara að ég, sko, hafði eitthvað komplex gagnvart því að, þú veist, það sést ekki, tippa á manni sést ekkert, sko. Já, svo varst þú náttúrulega með kartöfluna líka í... Nei, ég var ekkert með svoleiðis, ég setti bara punglíf, skilur. Það er ekki það merkilegt að, þannig að ég þurfti aðeins að gefa þessu svona smá sjó, sko. Miðsvæðinu mínu, með punglífinni, sko. En til að svara spurningunni, þá kannski það bara eiginlega vandist, af því að það er eitthvað sem er allir hálf berrasæðir í þessum heimi og... Já, þetta er bara mitt... Og það er kannski bara eitthvað, já. Ég kaus fyrir mína parta að ég bað slopp, sko. En það var Ég ætla að vera í frammi. Já. Því að mér var bara kalt, sko. Já. En ég fór líka eitthvað svona, mér fannst eins og allir þetta að vera í slopp, en það var var ekki rétt í mér. Sko, ég var stundum í slopp, stundum ekki. Já. Stundum var manni bara svo heitt. Kannski þegar maður fór inn í hlé eða... Já. En ég held að áhorfendur, sko, þeir sem eru núna heima, fylgjast með þessu, að sjá þetta. Þarna er, sko, þarna er þeir raunin að verða til, skilur. Þarna eru hugmyndir bara að fæðast og það er verið að skoða hvernig á að útfæra þetta og það er yfirleitt lífráð sem er svona, það kemur bara til hann svona hugmyndir. Já. Og það er bara, þú veist, þá þurfa allir að vera tilbúnir til þess að execúta það og pröfa það og stundum virka það og stundum ekki og þá, en oft er rosa lítill tími til þess að gera mistök í svona miklu sjói. Það er bara að vera að leggja og leggja. Bara læra dansana og... Já. Kjartan er þarna til dæmis að læra dans. Já, hann er eitthvað að undirbúa sig fyrir það að passa upp á pall okkar. En með allar... Sjáðu fókusinn, þessi maður, sérðu, búm, hann er byrjað að syngja. It's on, sko. Hann er með 2 mikrofóna. Hann er með eina spöng og svo er hann með svona hefðbundin leikhúsmík sem er teipaður í andlitið á leikarunum. Þessi spöng hafi verið betri sönggæði. Já, það var ástæðan. Já. Og var það ekki líka ef einhver skildi klikka ef annar mækur... Jú, aðalleikarinn er alltaf með 2 mæka. Já. Sko, ég verð nú að segja eina staðreynd að Palli er bara einstakur listamaður og hann sagði við Bjössa, ljósamann, bara, herru Bjössi, verða ljósin á mér þegar ég birtist eða koma þau áður en ég birtist, sagði hann. Við Bjössa, sko, og Bjössi bara, ég veit það ekki, ég meina, þú gerir bara það sem þú vilt, ég meina, ég gerir bara, ef þú vilt að þið birtist áður, það var ekkert mál. Já, ég vil það að þú birtist, að ljósin koma áður, því að þegar ég kem, þá trillist allt. Og það var rétt, já. Það var rétt. Það varð alltaf þegar Palli mætti. Það klikkaði ekki. Og bara skikja fór og það bara, maður fann bara ölduna. Bara rosalegt moment, sko. Þarna er Leiló, hún var á bassa í sýningunni og Jón Ólafs var tónlistarstjóri. Og sem stýrði öllu batteríinu, meðum ekki gleyma, sem stjórnaði öllum ákvörðunum og gerði allt. Marta Nordal, leikstjóri. Einmitt. En þetta er sko fyrsta momentið að Palli birtist, sko. Þannig að það er verið að skoða það alveg grundigt. Þannig Hlynur... Aðstoðarleikstjóri. Akkurat. En það er verið að mastera þetta moment, þetta emotional moment, þegar Frankfurter birtist í kastalanum sínum.
Arna Sif, sultuslög, sjáðu þið. Reynslan lekur af henni, sko. Hún var einmitt dansari og leikuna í Mamma Mia og Já. Mary Poppins. Ekki Billie Elliot. Og var hún ekki líka í Matthildi? Jú. Hún búin að vera henni í 6 ár, við útskriðum saman. Hún var á dansbraut eða 7 ár, býtu, já, það eitthvað slis. Hún búin að vera rosa dugleg í söngleikanum, sko. Þannig að Lalli Tóramar að tala við Ilmi, búið til einhverja lausnir. Akkurat, Lalli, þarna hann í leikjarafdeildinni. Já, nei, hann í hérna leikmunadeildinni. Leikmuna, fyrirgeðu. Já. Það komið einhverja lausnir og það leikmunir eru, þú veist, allt þetta prop sem hreyfist á sviðinu, sko. Sko, það er mikið af, þetta leikmyndin sem Ilmur teiknaði og þarna hnötturinn eða Kringlan, kringlan, já, sem þú byrjaðir í. Brúnaþungur þarna. Hann var djúpthugsi. Já. Já, stíin, þessi leikmynd var nýtt á rosa skemmtilega nátt. Það var stíu upp sem var að nota bara sem venjulega stiga og svo þegar hann var snúið þá voru 2 svefnherbergi aftan. Já, í hérna upp og niðri. Í svona lyftu. Já, sem var líka lyfta. Já. Já, var tala um að bíða. Ég var þannig upp á svölunum, þú beðst inn í Kringlunni, Valdimar, söngvari, þurfti að bíða inn í sjálfum bleikasteganum, eftir bara frá að honum komið fyrir inn á svið. Bara í einhverju algjöri einhver svona reikpartí. Já, það er engin loftræsting inn í þessum stiga og svo fyllist hann af reik rétt á hann kemur út. Ég verð að segja, ég ætla bara að fá að segja við alla í Íslendinga að ég elska Valdimar. Ég elska hann. Guðmundsson, svo djúpt, sko. Ég það er alveg ótrúlegt hvað hann næs. Hvað meinarðu? Okkur ætti hann ekki að vera næs? Og því að sumir tónlistamenn, þú veist, ekki sumir, en það er sagt Never Meet Your Heroes. Já, þegar það komaðir einhvern veginn spánstur. Já, þú veist, það getur verið einhvern allavega. En svo hittum maður Valdimar og hann faðmlaðið eitt og bara komið til mín. Ég trúi það séu allir þannig maður. Nema annað kom í ljós. Þú ert bara heppinn þá. Já, ég hef verið heppinn þá. Já. En sko Valdimar bara svona ljúfur, bara to the core. Þannig erum við sko upp á æfingasal. Þetta örugglega verið svona frekar framalega í... Þarna kunni ég held ég enga að dansa. Þetta er ekki... Sérðu hvernig þú hagaði þarna, Haraldur? Þú ert í hlutverki, Brat á að vera óurugur. Já, hann á að vera óurugur. Sérðu, rosalega... Svo þarna er ég aðeins slakari. Þið klæja bara hann eitthvað? Og þú ert að koma 1984, það er svona... Já, af því þau voru byrjuð að æfa dansin á undan. Já. Og svo kom ég inn í ferlið og þá voru þau með smá forskot og við skulum ekki gleyma því að flestir voru þarna professional dansarar. Já. Sem voru að gera dansana, hann að... Flestir, ef ekki allir. Ef ekki allir. Þessi dansar voru ekkert grín. Ég var bara lengi að ná þessum dansum. Herðu Viktoría þarna líka, tölum hana. Og Magga Mokk þarna, algjör entertainer maður. Hún var bara entertainer to the core. Og áður en við vorum búin að fórum í dansaðingarnar, þá vorum við búin að fara í svona þrekdansring sem var eitthvað annað erfiður. Einmitt, þá var bara að ná að pjarslættinum. Það er til myndband af einmitt inn á Rocky Horror Facebook-grúpa fyrir alla sem voru í sýningunni og það er til myndband af þér að hita upp þú og Katla að æfa danssporin í Himnaríki og helvíti. Já, er það rétt? Ég er ekki með það. Það var mjög fyndið. Þá vorum við í annarri sýningu. Þá vorum við, ég myndi hita okkur upp, notuðum bara dansinn til að hita okkur upp fyrir aðra sýningu. Í svona skinnklæðum. Já. Þeir eru að æfa svona fyrir Gísla Martin, held ég. Er þetta það? Já. Já, þá er þetta svolítið syngt af ferðinu. Sjá númerinn sem eru þarna á dansstúknum. Já, þetta var mjög hjálplegt. Það var 0 í miðunni og svo vissi maður að maður ætti kannski að vera á milli 3 og 4 og þá svona lærði maður að maður lærði það bara einhvern veginn á sviði þannig að maður vissi svona einhvern veginn hvar staðsetningarnar voru. Já, það skiptir líka bara höfumáli, þú veist. Hann sér þetta alltaf sjónlínum frá áhorfendum. Þannig að hann er alltaf að plasera dönsurum og leikurum eftir þessum númerum sem eru á svona sviðssmundunni, sko, fremst bara. Þarna er sminkið. Þarna fóða hárkollunar. Já. Ég held að ég hef ekki leikið á stóra sviðinu nema ég sé með hárkollu. Í alvöru? Vá. Já, en þú ert nú fallega hærður. Það er ekki... Já, mér finnst það bara svo gaman að vera með hárkollu. Já, þú biður um það. Það er ekki verið að fela neitt.
Já, mér finnst það bara skemmtilegt. Sjáðu þennan ramma hérna sem að þessa hérna litlu hringi. Þetta eru IKEA-rammar sem er búið að mála, gera gullita. Já, þetta veist þú. Við sjáumst ekki mynd núna. Nei, við sjáumst ekki. Heyrist í þér. Já, einmitt. Ég var að gera þess með rúsu. Sko, þannig Palli. Hann var með svo mikla pælingar varandi make-upið sitt og hann tók rosa mikinn þátt í að búa það til. Já, minna... En það þekkir hann þetta hlutverk manna mest. Hann lék þetta í MH 91, 92. Hann var rosaleg augnhár og... Já, ég veist þið strákar, ég held að það sé bara við alltaf þegar Palli kemur fram. Hann er bara svo mikið fullkomnunarsinni. Hann hugsar allt, bara alla dítila to the core. Það er valur, mér finnst hann fallegur svona gráhærður. Já, þetta mun fara nú vel þegar loksins að því kemur. Sjáðu hvað, maðurinn sjáðu. Hann eftirlega bara að fá þessi föt gefast. Þið viti hvernig þetta gamla fólk unga fólk eitthvað svona, alltaf hérna sko. Og svo fór hann að æfa eitthvað annað og Dóri Gylfa kom inn. Já. Magenta, nei, hver þetta? Þetta Magga Mokkalabó og Magenta kemur inn. Já, ok, já. Nei, þetta er Colombia. Já, ég man eftir minnina. Þetta er Vala Kristín. Colombia, hann er Marta og Hlynur, Nótur. Já. Akkurat. Og það í gangi og erum við... Verða að lesa yfir ykkur öllu mistök sem að... Og Hlynur er þarna í stólnu sem Rocky er í matabúðinu. Herðu. Ég fyndi að sjá hann í þessu sko. Já. Elli. Já. Þetta var skemmtileg samantekt hjá þér. Er það ekki? Jú. Þetta er hérna bara brotabrót af því sem við eigum sko. Já, einmitt. Þetta er samt hérna... En varstu sko, nú hérna tók ég aldrei eftir þér. Verða í þessu sko. Þú hefur verið svona... Í svona... Hann er maðurinn á baku tjöldi. Já, en þú veist, þú hefur verið að laumast sko. Mér finnst með þetta er að sama og David Attenborough og þeir að gera hérna hjá BBC. Já. Að þú vill ná leikurunum í sínu náttúrulega umhverfi. Í elementinu sko. Af því að, til dæmis eins og með Þigarnar. Herðu, býtur, stoppaði. Það var ekki nein mynd af mér þarna sko. Nei, en ég skal segja það hverju. Til dæmis eins og með þig og ég gæti líka sagt Aron Móla og ég geti haldið fram allan dag að leið þeir sjá kameru þá vilja þeir gera eitthvað í kameruna og þá missi þeir fókusinn og það var ekki skemmtilegt. Jú, það er gaman en þá sérðu ekki leikaran í sínu náttúrulega element sko. Maður er alltaf búið eitthvað til alltaf að entertaina, það er í eðli leikarans. Þess vegna var ég ekki í mynd. Já, en nú ertu í mynd, þar næstu. Já, við getum kannski entertainað eitthvað núna. Já, spila lag? Kanntu eitthvað lag? Nei, ég veit ekki, ég bara... Við kunnum lög, en við ætlum bara ekki að gera það núna. Það er tíminn fyrir það að Ef að sjá... Ég var að særa mig, sko. Ég er ekki særa, það var ekki það sem ég var að gera. Ekki vera sár. Nei. Maður getur bara verið sannur og maður þarf ekki að, ég er ekki alltaf í einhverju gerfi, skilur. Ok, Valur Freyr byrjaði sem sögumaðurinn, svo tók Dóri við og ég á upptöku af Dóra frá mjög skrýtnu sjónarhorni sem við skoðum svo betur eftir. Ég setti GoPro-vél fremst á sviðisrammann sem beinir upp og ómeðvitað þá er þetta rosa mikið upp skört cam. Já, hann er vonandi búinn að blurra eitthvað. Já, hann er bara Dóri sko, en út af því að þessi búningar eru mjög revealing. Já, þeir voru ansi stuttir. Og eins og einhver leikari sagði við mig þetta, þú veist, ég var einmitt að segja að þetta er kannski ónótæft myndefni, þetta er svona uppskört, en þá sagt, nei, en öll sýningin er uppskört myndband. Já. Hún gengur út á það. Akkurat, smá sjópir. Það var svolítið svoleiðis. En ég meina, Dóri er gaman að því, maður. Hann var nakin í Vanja Frænda, sælla minninga. Dóri? Já, maður. Svo var hann líka nakin í Guð blessi Ísland. Sælla minninga. Ég segi það, meina, þetta er það sem fólk er að borga sig inn á, skilur. Já. Horfum á Dóra hitta fólki upp á lokasýningunni. Þess vegna langar mig svona með ykkar leyfi að bjóða ykkur með mér í dálítið svona undarlegt ferðalag. Eru þið til í það? Já, óvenju margir frá Droplaugarstöðum, Elliheimilum við Grund hérna í kvöld. Ég sagði, eru þið til í það? Æðislegt, auðvitað, veitu hvað, þetta er síðasta sýningin okkar. Já, svo er þetta bara history, bara að þetta er búið alveg svo Spaugstofan. Það er kannski ágætt þessi síðasta sýning þegar senn koma jólin og ég get vissum að ég passi þessi föt eftir jólin. Þegar að fara að sprengja þetta á hundan hennar, að brotna að fá tala hérna á. En þetta er allt í lagi, ég er með axlabönd. En þetta virtist nefnilega að vera ósköp venjulegt svona nóvemberkvöld. Já, einmitt. Þetta var bara Dóri í elementinu sínu, sko. Já.
Hann er bara skemmtikraftur, þessi maður, og bara, hann er annar maður sem ég elska út af lífinu. En þegar hann kom inn, þá var svo gaman þegar nýjir leikarar taka við hlutverki sem hefur verið mótað. Já. Að, þú veist, sumir falla einhvern veginn alveg að því og gera bara svipað, en Dóri þannig leikari, hann verður að einhvern veginn gera þetta sínu. Hann kom bara með nýjan lið. Valur var svona, kannski meira svona sentilmaður, sögumaður, svona, smá svona, Heath, hvað er hann eftir? Heath? Nei, við skulum ekki fara í það, skiptir ekki máli. Svolítið bara Bergþór Pálsson. Bergþór Pálsson, já. Breskur, Bergþór Pálsson. En svo var einhvern veginn meira á svona, hann var meiri uppistandir enn í Dóra. Já, Dóri var bara alltaf að taka eitthvað svona úr samtímanum, sko. Bara deginum í dag. Eins og þannig að reykurinn sem að lætist alltaf fram, sem er hann að þurrísinn, það er ákveðin lykt af þessu, það er svona candyfloss brunalykt af þessu. Sem er náttúrulega, við erum að koma að framfæri, fólk þarf ekki að byrja að hósta þegar það kemur. Nei, það er ómeðvitað. Nei, fólk heldur það. Já, en... Það bara, þú veist, sumir eru með svona astma eða eitthvað og bara með þau sjá reyk, það bara... Þetta er náttúrulega alveg skaðlaust, sko. Þetta er alveg skaðlaust fyrir flesta, nema þá sem eru með rosalega vonda öndunarfærasjúkdóma. Já, ok, ég ætla ekki að fara alveg um þetta. Nei, og munið umræðina sem kom á netið út af þessu. Þetta er skaðlaust, nema þú sért, en það áttu ekki að vera í leikhús, eða það áttu ekki allan að sitja fremst í leikhús. Raðkennarinn minn sagði, ég var eitthvað, ég held að ég sé eitthvað svo veikur í röddinni út af reyknum á sviðinu. Þú veipar, eða ekki? Þá veipaði. Já, þetta er bara alveg eins. Þetta er meira þess að ekki eins og veipa. Nei, þetta er betra. Til dæmis eins og Þetta er vatnsgufa, eða ekki? Jú, eins og þetta er vatnsgufa. Þetta er olía sem er veipuræsuð, bara eins og í veipi, en þetta er bara glyseról, þetta er bara sykurvatn í rauninni, í grunninn. Nú eru einhverjir ljósamenn sem eru ekki sammála mér, en eins og mistið sem er alltaf, í öllum ljóskösturinn, alltaf svona mistið í það er munur á misti og reyk. Já. Reykurinn er effekt sem kemur og fyrir, kveiknar í, en mistið er allan tíman til að teikna ljósstafina betur. Það er gjörsamlega skaðlaust. Við erum með sérstakar vélar frá Kanada til þess að. Kanada eru með mjög góðar vélar. Já, ég ætla að segja þegar Það var aldrei nýtt slasað sér þar. Þessi reykur kom þannig fremst á sviðinu og fór einhver að hósta og þá greip Dóri alltaf boltan og sagði þetta er nú alveg skaðlaus reykur, þetta er svifryk Reykjavíkurborg. Það kom tími til að skipta á nagladekkjum og svona. Einmitt, það voru margir brandarar sem féllir. Já, við verðum farið í close-up með þetta. Þarna ertu, já. Hérna ég, sko, talandum að vera hálf nakin og segja. Já, Elli klippti mig út, þetta fannst ég leiðilegur, en svona var ég. Þetta var ég, sko. Og hef aldrei kunnað betur við mig en einmitt svona. Já, þú varst með húlarringin. Já, þetta var ógeðslega, veistu, þetta var bara alveg rosalega skemmtilegt. Já, þetta vekur upp margar skemmtilega minningar. Bara hlýjar minningar. Mér finnst það gaman að sýna þessa sýningu og að hitta fólki hérna. Mér finnst það gaman. Bara Valdimar og allir þessir yndislu einstaklingar þarna. Bara Bjössi og Brynhildur og ég er bara meir, sko. Já. Og ég vill meir af þessu. Bara aftur. Joke. Aldrei að vita. En hvað segir Elli? Hvað að vera fyrir að gráta hérna? Herru, kíkjum aðeins, kannski, ég held að það sé klippa af þér. Það var myndavél á sviðinu, gamaldags filmumyndavél, sem var munduð alltaf að point of interest, munduð. Já, ég ætla að segja Guðmundu. Lefum þess að lifa líka bara. Lefum þess að lifa. Hvað eru margir sem fóru út af streyminu? Nokkri Ok. Allavega. Magga Birgir segir nennur að herma meira til Valfrey og Pál Óskar, nærðu þeim trullu vel. Já, hvernig væri það? Bíddu nú við, maður. Þið vitið hvernig þetta unga fólk er. Það er áhyggjulaust með öllu. Og þau voru ekki að láta eitthvað smá óveður skemma fyrir sig kvöldið. Ó nei, heldur betur ekki. Og þau áttu eftir að kynnast meiru. Og miklu meiru. Og miklu meiru. Miklu meiru. Já. Nei, þetta var svona Valur. Þannig fannst kamerun hana. Já. Valur og Arnar Já, við erum herbyggisfélagar. Og Valur er einn maður sem ég elska líka. Djöfull elska ég manninn, maður. Hann er top nice. Já, ég hef oft bara fengið að gráta á öxl hans, og hann hefur reynst mér vel. Já.
með þessum orðum, Við erum að lifa líka, ekki hoppa yfir moment. Bara, Gangum við finnum ekki, þetta, já, við vorum þessi gammaldags myndavél sem var í sýningunni og ég setti GoPro-vél einhvern tímann á hana. Það er það sem ég ætlaði að segja. já, Gangum ég man við- eftir því. Já, Ég man bara eftir það. var það svona eftirminnilegt. Já, ég man, þú sagðir, Haraldur, ég ætla að setja GoPro hérna myndavél á myndavélina. Já, einmitt, 2017. skemmtilegt. Einmitt. Ég man svona skrýtna hluti, ég man ekki allt. Hæru, kíkjum á það. Flottur varstu.
Þetta var bara eins og að fara í aeróbik tíma, sko. Þetta var rosalegt. Ég þarf þetta líka að byrja á, þú veist, byrja í hérna kyrðinni inn í kúlunni og hanga þar inn í einhverjar mínútur Já. og svo koma hlaupandi Svo hitaði nú líka upp inn í kúlunni. Já, ég sko, það sem áhorfendur sjá ekki þarna var að ég sko, þú veist, þarf að vera svona, ég svona vöðva tröll þarna eitthvað og það er svo hallaristett að maður væri ekki svolítið pumpaður, skilur. Auðvitað maður undirbúið sig einhver leiti en ég var alltaf þarna í kúlunni, þá kom ég mig fyrir þarna þegar Palli birtist og þá var ég að taka svona, ég tók alltaf 30 svona róðra þar sem ég setti lappirnar svona og dró mig upp til þess að pumpa þess á með brjóstið og svo, og 30 armböður, það var svona standard, gerði ég alltaf. Þannig að ég var þegar orðin svolítið svona þreyttur þegar ég Andstuttur, Já, ég var en alveg fer síðan að vaknaður, sko. syngja bara rosa númer. Já, einmitt. Djöfull var þetta gaman. Mikið rosalega var þetta gaman. Maður á ekki að blóta svona. Nei. En já, sko. Ég veit ekki hvað skal segja. Hvað skal segja? Ég meina, Það var rosa mikið myndir segja meira en 1000 orð. Já. Já. Myndbönd, hvað segja myndbönd þá? Já. Nei, ég segi svona. Látum þetta lifa. Þú voruð 3 nærbuxur, ekki? Þú ættir alltaf 2 vara. Já, einmitt. Því þú sprengdi þér alltaf utan að þér. Já, þú veist, það er bara svona sjabbi, skilur. Já. Ég var alltaf eitthvað svona slæta mér á þeim, þá var svona glysið farið úr þeim. Já. Og jú, bara þau eru líka rennsveittar, sko. Ói. Skilur. Já, En auðvitað er þetta þvegið en það er svo erfitt að þvo svona. Handvegið. Já, allir það ekki. Ég held að þetta hafi verið handþvegið, sko. Ég Palli-eftunar með ekki fara í Já, þvott. ég held að þetta með ekki farið í þvott. Nei. En, já, ég fekk 3 ár. Stefania gerði það. Stefania, hérna í búningadeildinni, hún er svo dásamleg fyrir mig. Filippi hannaði þetta og Stefán Akkurat. þreif þetta. Já. Hvað þú sagðir, hvað var aftur það, þú veist, með einn svona stoppa sýningu? Já, munið ekki eftir því. Mig rámar í það. Það var hérna... Man meir eftir þú lest mig settir GoPro-myndavélina á myndavélina. Já, það manstu ekki. Það var eitthvað hérna baksvís, það var einhver sem að rak sig í. Var það ekki? Var ekki einhver sem að meiddi sig? Jú, Vala Kristín, hún fekk næstu í svona boxarabrót, held ég. Nei, hún fekk eitthvað í augað. Já, nei, við hættum ekki þá. Var það nokkuð? Við hættum ekki, en við gátum ekki byrjað. Stoppuðu ekki út af því að það flæktist eitthvað svona tjull? Nei, þetta er rétt við alla. Þetta var áður en sýning hófst, þá gerðist eitthvað fyrir völu. Í uppbytun eða eitthvað. En þú er rétt sem að þú ert að muna líka. Það er þetta hérna glit hérna dæmið sem við sjáum líka á eftir í myndbandinu með Palla. Það er óslega, þetta er svona eins og kóngulóður, mjög auðvelt að festast í þessu. Og flugurárnar voru ofta að pikka þetta upp með sér og þá hérna þurftu að stoppa. En gerðum bara gaman úr því og sögumæður kom inn og segði brandara. En þarna gátu ekki byrjað því að Vala fékk hérna eitthvað í auga. Hún fékk eitthvað í auga. Glerugu. Já, einmitt. Elli, þú ert með rosalegt minni. Þú ert með gott minni. Hún var að setja upp glerugun. Manstu alltaf texta líka? Úr þessu? Já. Nei, ég man ekkert úr þessu. Nema bara þetta. Manstu þú eitthvað texta? Nei, ég gleymi alltaf öllu svona, sko. Já. Mér finnst bara ógeðslega gaman á meðan þetta lifir og svo þegar lokasýningin er búin, Það bara... þá kemur eitthvað nýtt og þá er þetta bara liðið dæmi, sko. Eins og fólk sem heitir Michael Gambon sem leik Dumbledore kom í eitthvað svona Oxford spjall. Já. Ég var að horfa á þetta hérna á YouTube bara í fyrradag. Það var fullt af fólki að spyrja hann út í Harry Potter tíman og eitthvað svona. Einmitt. Og hann man naumlega hvað Dumbledore hét, sko. Einmitt. Ég meina þetta er svona. Maður er kannski bara lífir eitthvað augnablik, sko. Já, þetta er kannski stærra fyrir öðrum en fyrir honum er þetta bara einmitt verkefni og... Já, þetta er svona. En ég man alltaf eftir því, eins og þið sáðu þetta í myndbandinu, þá hoppa ég hann upp á grindina og klifra, svo kemur Valur og segir, kæri Rocky, þú verður að kjarna þig, eitthvað svona. Þá hérna gat ég andað. Það var eina skiptið, sko, það sem ég gat, sko, aðeins bara, já, ég reyndi að ná hjartsláttinum niður, þannig að bara halda stöðu, andinn um nefið, og svo næsta sem ég gerir er að hoppa þetta niður að þessari grind, sko. Þannig að það var svona breathing space. En það var nú hættulega stökk, þetta voru eitthvað annars í 3 metrar eða eitthvað. Já, fólk miklar þetta alltaf fyrir sér. Nei, það var ekki hættulegt. Það var ekkert hættulegt. Ekki verið mann eins og þig. Ekki verið mann eins og Nei, ekki verið Rocky. Ég skil alveg verið í leikhúsinu, alltaf var að passa eitthvað svona, engin slæsi sig og svona. En þú verður líka bara að treysta þinni getu og hérna, þetta var ekkert mál. Nei. Mér varst erfiðasta lagið til að syngja. Það var Tímalaus snilld. Þegar við tókum það í uppklappinu. Það er tímalaus og svo gerum við svona og svona vind upp á og svo maður að syngja á meðan. Það var, og maður var oft svo andstuttur, maður bara... Þá má segja frá leikhús hérna töfrum er að vocal backupið er á playbacki.
Já, bara lágt. Mjög lágt til þess að hjálpa. Því að þið náið náttúrulega ekki alltaf að því þeir eru alltaf að anda inn og út, sko, þá vocal backupið alltaf hérna. Já, en samt sko á æfingaferlunni þá Lee til dæmis mjög harður á því. Hann kemur frá West End og ég vil bara heyra raddirnar ykkar út og bara tyggja textan og bara senda út textan og leggið, þú veist, þú þjálfar þetta upp. Þegar físisk hreyfing þú ert rosa miklu aksjóni, en þú ert líka að vinna bara með þindina á sama tíma, að styðja við og senda út. Þannig að ég held að þú þjálfist rosa hratt í þessu líka, að syngja og hamast. Maður lærir hvað maður á að anda í lögunum. Eins og þegar maður er að læra ný lög. Já, og svo var þetta líka bara rock'n'roll söngleikur, skilur, þannig að maður bara gerði þetta, sko. Mér varst það ógeðslega gaman. Þegar við hlöpum öll inn, þá voru öll komin í korselett, og svo gerðum við dansnúmer einu sinni og svo fengum við fólk upp á svið. Já, í lokin. Damn. Líka með hérna kórun og allt þetta, að í byrjun þá hérna, hvað hétt það, hátt upp á uppafsöngurinn. Já, einmitt. Já. Ég ekki taka þetta píanóið og þú syngur. Já, er það ekki? Það heitir, ljós. Skrifir svar. Já, Bjössi. Þetta vá. Já, þegar það í gangi, þá Páll Óskar hérna í kór, þannig að fólk veit ekki, þú ert löngu byrjar að borga fyrir Páll Óskar þá hann kemur inn á sviði, sko. Já, það svoleiðis. Ég vissi þetta ekki. Við erum að syngja. Þarna ég inn á sviði. Já, við erum með bara mikrofónu hérna bakvið og við erum alltaf að syngja bakrættir, sko. Og Palli þurfti líka að standa og bíða. Valdimar beið inn í Valdimar mætti alltaf í bakrættir. Já, alltaf í bakrættir. En svo fer hann inn í tröppunar. Palli þurfti að bíða upp á tröppunum. Já. Þú beðst inn í kúlunni. Mikið svona verið að reyna á fólk að standa kjurt og... Já, ég minna algjörlega. Halda fókus. En við vorum að tala mistökin, við þurfum að stoppa. Mistökin, já. Og tullið og svo... Gátum við ekki byrjað. Gátum ekki byrjað. Og Vala hérna ætlaði að setja upp gleru en stakk hérna glerugunum í augun. Já. Og þá þurfti að bíða eftir hérna, þurfti að leita... Það var læknir í sal. Já, hjúkrunarkona sem kom fyrst. Já. Svo var einhver læknir sem sagði að ef þið byrja ekki núna eftir 5 mínútur fer ég líka. Já. Hann kom, sem var held í nef, háls- og eyrnalæknir. Já, ok. En samt gat hjálpa til aðeins. Og ég man að Pála sýningarstjóri kom... Áhorfendur sjá bara hendina þína. Nei, þetta prógram hérna. Já, ok. Þetta það sem ég ekki, sko. Já, þú verður að vera þetta með okkar. Það skemmtilega að vera 3. Já, 2's a company, 3's a crowd. Allt eða þrendir. Já, reyndar. Allan að Pála kom og tilkynnti áhorfendum, baði lækni og þessi hjúkrunarfræðingur hérna kom á svið og var leitt hérna baksviðs og hjálpaði eitthvað til. En á meðan gaf hún Jóni Ólafs boltann. Kanntu ekki einhver lög, sagði hún, eða getur ekki spilað eitthvað? Pála var þá sýningarstjóri. Hvað sungum við aftur? Þau sungum Nínu. Já, þau tókum Nínu. Já, og svo var þetta hérna í kringum EM. Þannig við hérna tókum völlur grær. Já, einmitt. Það bara allt dótti úr mér í dag. Svo spilaði hann eitthvað og fólk söng og það var mikil stemming í salnum manni og fólk hérna og svo gekk síning og svo lagaðist hún í augunum og við heldum áfram. En svo var sing-along sýning. Hvað heitir þetta lag? Ég er manna. Jökullinn logar. Nei, það er myndin. Come on, við erum að vita þetta, sko. Þetta er skömm að þessu. Fólk sendir komment og þið megin skamma okkur. Þetta er bara... Ég geti kommentað og Já. En skammið okkur. Já, Jón hélt bara upp stöðun í hálftíma þetta. Já, hann er sjóðar í því. Hann kann að spila að fingurum fram. Já, enda líka í lokin á sýningunni, þegar allt er búið, þegar tjaldið fallið og leikarinn komin og allir á leiðinni heim, þá byrjaði stæðsta djamnúmerið og það var hérna útspilið. Útspilið sem var bara, sko, ég stóð alltaf, menn ég var fárbúninum og ég stóð alltaf að hlusta á það og tjútaði með. Ég fór bara fyrir að fylgjast með þegar þið voru alltaf að reyna að stækka þetta. Ég meina þetta er líka bara, það voru 4 hljóðfæraleikarar, það var bara svona hrátt, ekta rock, Biggie trommari, bara come on maður, geggjaður og bara, þú veist, það sem var að leikast þér að gera þetta var bara ótrúlegt, Leilo og bassunum og það var bara svo, það var úgeðslega mikið grúf. Svo fór þetta eitthvað svona, fór svona að vinda upp aftur og svo starta hérna sláttuvél. Nei, hvað séð, eru við með fleiri vídeo? Já, við vorum að tala um Bigga, horfum á Bigga hérna að spila á trommur og sjáum hvað hann var að gera.
Þetta var skemmtileg. Við verðum að gefa hérna shoutout, eins og maður segir. Einlægan aðdáanda Rocky Horror sem við fylgist hérna með streyminu og er að leiðrétta okkur jafnóðum. Horfa á stóru kameruna? Já. Magga Birgis, takk fyrir. Þú ert vinkona okkar. Og lagið var Við ræddum Kastalans. Já, ferðalok, auðvitað. Já, við áttum að vita þetta. Þetta er náttúrulega bara skömm. Við tökum á okkur þetta. Já, já. Við ræddum Skömm í hattinn. Já, við ræddum Kastalans. Við ræddum Kastalans. Þú söngst þetta með tótið maður í rigningunni. Heldur betur. Allir Bíllinn bilaði. Kirtlum og gæstlega að fyndi. Bíllinn var hjóla, hérna, var þetta eitthvað innflutt hjóladæmi? Ótrúlega skemmtilegt. Þetta var svona bara bíll með stýri. Þannig, og svo þurftum við að hjóla og okkur var ýtt inn að þú þurftum að ná svo miklu flugi á þarna Leikróni? Já. Ég skal finna það, segðu söguna. Ég þurfti að hjóla þetta í 2 hringi og svo þurftum við að ná að tímasetja eitthvað díalóg á meðan á ákveðnum stöðum og þurftum að ná svona miklum hraða, þannig að þetta var svolítið skemmtilegt. Það er ekki mynd Svo bílabílinn. Er ekki mynd af bílnum? Nei. Jú, það er eitthvað staðar, ég er alveg viss um það. Ok, en... Þetta var, já, við heldum að þetta myndi slá í gegn, en það var enginn sem keypti svona bíl. Hérna eru þið, hérna eru að syngja númerið, við ræddum Kastalans. Hér í mjúkum myrkri. Tóta, svo dásamleg, Tóta og Haraldur. Ó, Janet. Ó, Janet. Já, þið sungu saman hérna frægalagi Touch Me, Touch Me. Takti mig. Já. Til í... Það var skemmtilegt. En hérna, já, ég meina þetta er bara hlýja minningar. Þetta eru mjög hlýja minningar. Ég bara, hérna, það var skemmtilegt ferli og gaman að rifja þetta upp. Já, þannig eru lappirnar mínar. Akkurat. mínar. Þetta var rosalegur. Þetta var ekki fyrir áhorfendur yngri en 18. Nei, þetta var rosalegt líka, því að ég sá hvað var í gangi fyrir aftan sófan. Það var mikil svona, mikil leikumi. Mikil leikhús maður, mikil verið að... Varst að kveiki sígarettu hérna? Já, ég var að kveikja sígarettu, ég var að koma mér í svona hálfgett spíkat á hvolfi. Þetta var svona 3 gerðir sem ég að fara bara gegnum á 5 sekúndur. Sko. Er eitthvað meira hægt að segja um þessa sýningu annað en hún hefði bara verið frábær? Ég minna áhorfendur dæmi það, en allavega hérna að vinna að henni og taka þátt í henni, það var alveg einstakt ævintýri. Og ég bara rosa þakklátur fyrir það. Ég líka. Og þá sérstaklega að fá að vinna með þessu fólki. Þú veist, mér varst bara að fólki sem kom að þessu.
Þetta rosa væmi allt saman. En þetta þannig í alvörinu sem mér líður, sko. Ég bara þakkláttur fyrir þetta ferðalag. Og hafa kynst þér. Það var fyrsta verkefni sem við unnum saman. Sömuleiðis. Finnst þér of hátt? 2 metrar. Ærðu! Já, við sprittum okkur á það. Já, ég var búinn að gleyma þessu. Þetta voru svo hlýja minningar. Ég gleymdi COVID. Pældi því. Kærleikurinn sigrar COVID að lokum. Ekki nándin, því að við megum ekki vera nándin. Kærleikurinn. Og við getum sýnt kærleik í 2 metrum. Þetta eins og þið segja, Bretarnir, þeir eru í útvarpsleikritum. Þá var það sko half the volume, twice the intensity. Þannig að því að maður má ekki snertast, þá var bara intensity að vera meira. Þeim bara heilsast, bara sæll. Já. Fannstu? Ég fann þetta maður. Þessi sýning hefur alið margan snillinginn. Marta Nordal var leikustjóri fyrir norðan. Einmitt. Í ferlinu, sko. Í ferlinu. Hún var leikustjóri fyrir norðan. Hún fékk starfið, held ég hún að... Áður en frumsýndum. Já, ég held hún að bara fengið e-mailið sem hringinguna þegar við vorum á æfingu. Allir leikustjóri fyrir norðan. Það Já. Mikið skemmtilegt starf í gangi þar. En já, svo gaman líka að sýna þessa sýningu. Og því að vissum að fyrir 20 ár síðan eða eitthvað, þá var þetta sett upp í atvinnuleikhúsi og þá var Sigurjón Kjartansson Valdimar og svo var, hvernig manstu þetta? Björns Ingi Hilmars lék Rocky. Já, einmitt. Helgi Björns var hann ekki Rocky? Sko, Hilmi Snær var Brad. Hilmi Snær var Brad. Já, ég held það. Ég veit ekki. Nei, þú varst ekki til að það. Nei. Jú, djók. Jú, 90, nei. Ég veit ekki. 92 fæddist ég. Við skulum kannski bara fara að binda enda á þetta svo við höldum ekki áfram að rugla og fara með eitthvað rangt mál. Já, ef að hringi Hilmi Snær. Er þetta að hringja í... Við ætlum að gera Zoom núna, óvænt Zoom síntal sem Hilmi Snær ætlar að koma með sitt tvist ára að gera. Gáðum þessi ykkur kannski fleiri spurningar? Sko, það eru nokkrar. Þú með einhverja spurningar sem þið langar að spyrja? Ég er búinn að spyrja öllu sem ég vil langa. Hvað er á næstunni á okkur? Eru við að æfa eitthvað núna? Ég get svarað þessu. Við erum að æfa, sko. Barnaleikritinn á litla sviði. Það er þessi eina æfingin sem er í gangi. Hvað er það? Hann að náður mér, sko. Ég veit ekki alveg hvað það er. Brynhildur skammaði, sko. Ég veit það. Hún er að horfa. Það er ekki í lagi. En það kemur betur í ljós þegar haustbæklingurinn kemur. Er það ekki leyndó líka? Jú, það er smá leyndó, sko. Já. Ég má ekki segja, sko. Nei, það er nefnilega leyndó. En svo komum við hérna tvíeld tilbaka eftir sumarfrí, sko. Já, mann er farið að kýtla í puttana að byrja eftir. Klæði lófana. Klæði lófana. Segjum við það? Ég held maður segir bara bæði. Ég er farin að finna bara í hnakkan. Ég farið klæðir, við klæðir líka hérna undir. Hnakkan. Nei, það sem er framöndan ég er að fara að taka þátt í Sölumanni Deyr sem eru jólasýning Borgarleikhússins. Rosalega spennandi. Arthur Miller mæli með að tryggja sig með á það. Það er eitt uppáhaldsleikrit, það er frábært leikrit. Já, leikrit, sko. Það sem plot-twistið kemur fram í titlinum. Ekki? Nei, ekki alveg. Býtu nú við. Já, þú veist, það er í rauninni, sko, hann sem sölumaður. Já, einmitt. En sko, svo er það Herbyggi 4.1 eða Herbyggi 4.1 eða, já. 4.1? Já, Herbyggi 4.1 í svona sér. 4.1, já. Ég var ekki búinn að pæla þessu. Ég var að fatta það núna. Þetta er svona orðagrín. Já, ég er í því. Það er Kristján Ingimarsson sem er að koma hérna með rosalega físíska og skemmtilega sýningu. Og ég er bara rosalega spenntur fyrir að leikhúsið opna nýju og ég held að allir séu það vonandi. Þetta var lokaþátturinn. En býtu, þú ert að fara, hvað þú ert að gera? Má ég segja? Ég veit ekki hvort ég megi segja. Hvað þú ert að fara að gera? Ég er að gósi mun halda áfram. Gósi mun halda áfram? Gósi mun 100% halda áfram og við erum bara mjög spennt að halda áfram með það. Sem skrítið, við frumsýndum og hættum bara nokkrum vikum eftir frumsýningu. Já, sýndum 6 eða 8 sýningar kannski. Ég veit það ekki. Já, það verður mjög gaman. Ógeðslega skemmtileg sýning. Alls konar leyni, skemmtilegt og... Mikið leyni. Þú má ekki tala um þetta. Ég veit það ekki. Hvenær er það, Eli? Hvenær er það gefið út? Ég meina, getur ekki lauma, það eru nokkrir að horfa. Það er margt mjög skemmtilegt sem ég er að fara í og... Þú veist að fá senda SMS. Ég má ekki segja. En ég er að fara í Gosa á næsta ári. Já, og svo bara setjum við á því, sko. Fékkstu sér? Það er rétt. Það er rétt. Svo. Herru, það er rétt. Og margt skemmtilegt og njóta sumarsins líka. Já. Og
Á ég halda áfram að bulla eitthvað eða? Nei, Nei? ég ætla hérna bara að þakka ykkur fyrir komuna hérna í stúdíós við Særi. Við viljum þakka þér bara fyrir að standa vaktina. Takk fyrir. Ég vil bara þakka þér, já, fyrir þig. Bara farað svo í kvöld og ertu þakkláttur fyrir að vera þú. Því þú ert algjör gjöf fyrir þetta leikhús. Já. Takk sömuleiðis, Hans. Takk. Og þú líka. Nei, meina þetta geðveikt að eiga þessu efni. Meina leiksýningar í eðli sínu eitthvað sem hverfur bara, fettir skíjana þegar við kveðum þær. En Elli hefur séð til þess að það varðveitist eitthvað annað heldur en dásamlega minningar í hjörtum manna. Við tökum upp alltaf sýninguna á eina kameru, stundum fleiri. En svo ég að taka upp svona allt í kring, sko. Einmitt. Bak í tjöldin. En já, takk fyrir þetta. Þetta var síðasti þátturinn á Bak við tjöldin. Takk fyrir á okkur. Við förum svo í sumarfrí eftir föstudaginn, en þá ætlum við að vera með hátíðardagskrá hérna á Stóra Sviðinu. Já. Og verðum hérna líka á morgun, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag. Á fimmtudaginn hérna skemmtilegu leiklæstur, sko. Nú, hvað? Ég veit ekki hvort ég megi segja. Hvar? Veitu hvað í það SMS? Cliffhangerar eru hérna í gangi, sko. Við erum að fara að leiklesa hérna Tengdó. Já. Það var frábær sýning. Nú hringir einhver og skammar mig. En hérna... Ég mátti ekki segja þetta. Nei, það verður mjög gaman allan í vikunni. Við ætlum að klára þessa viku og svo ætlum við Við ætlum að vera svona upplýsingafulltrúi á leikhúsinu sem við erum góðir að. Það er bara, það er allir núna sunnudagur og hérna, fólk. Já. Við hefðum haldið þessu áfram bara, ég hefði getað verið Við getum haldið áfram með endalaust. Já, en því það er komið gott viður og fólk er hætt að horfa á sjónvarpið og tölvunar. Já. Á daginn, því það er gott viður. Já, jú. En ég ætla að enda þetta á uppklappinu í þessum uppskort kameraengul af Palla að syngja. Þetta er frá lokasýningunni og þá söng hann ekki textan sem að Bragi Valdimar Skúlason endurþýddi, heldur greip í gamla textan úr MH. Já. En býtum við svo að sé á hreinu að Palli hafði rosa mikla skoðanir á textunum hans Braga Valdimars, sko. Já. Þeir voru í rosalum díalóg, sko. Ég var að tala bara margir klukkutímar örugglega. Þess að þeir voru bara að sko kjarna setningarnar hans Palla, sko. Hann kom líka með bara skemmtilega nótur textu af mér sem hann bara mjög Palli til góðs, já. Og Brynhildur Guðjóns var líka alveg frábær í ferðalaginu sem svona framsagnarþjálfari fyrir Palla, skilur. Þannig að það voru allir svona í heildina að hjálpa okkur með öðru í uppsetningunni. Það voru allir að hjálpa okkur með öðru. Já, það var ensemble sýning, sko. Jú. Það var eitthvað mjög gott eitthvað svona innuendo grín sem ég man ekki akkurat núna. Ég reyna að muna það, en ég man það ekki. Innuendo? Já, það var svona tvíræð meining í textanum. Slett á ensku. Og því að þú varst alltaf að tala Bretland og svona. Já. Ég held að þú myndir skilja það. Innuendo, jú, ég skildi það alveg, já. En það var svo gaman með textan hans Braga. Það var alltaf svona eitthvað svona söng þetta, en það gafst líka... Já, það var mikið orðagríni. Já. Snillingur, Bragi Valdimar. En takk fyrir okkur og endum hérna á uppklappinu. Já, veiga. Takk fyrir okkur. Takk. Komið í leikhúsið. Sjáumst á næsta ári.